Og með sælbrasuð, þá komið að næstu skák. Ég held þessi komin upp í 11. skák. Þú múið taka með nokkra daga frí frá tapansku, eins og gengur og gerist. Ég ætla að vinda mér í þetta aftur. Og fæ einhvern fítumeistara, Mimisa, sem leikur D4. Það eru svipara stigum, rétt undir 2 og 4. Drottning B3, ég ætla að drepa þetta. Og ég ætla að leika biskup Gunnar 4. Hann leikur örugglega rittar B2. Og þá ætla ég að fara að hinga. G3 er eitt plan í þessu, eða E3 já. Man veit ekki alveg hvað er best að gera það. Ég held samt að E6 sé allt í lagi. Það er ein skemmtileg línu í þessu þar sem hvítur með rittarinn og C3 leikur E4. Það er oft að leika E5 en það er ekki það er ekki möguleiki hér. Held ég, þannig að ég fer bara hingað. Hvítur hlýtur að vilja leika E4 á einhverjum tímapunkti en kannski ekkert að flýta sér að því. Biskupinn getur farið á D3 eða E2, svona frekar rólegt B3, biskup E2, eitt plan í þessu. Rittar E5, nú má ég alls ekki drepa, þá drepar hann með peði og hótar þá rittarannum og biskupnum og ég tapa manni síns mér. En ég get náttúrulega líka bara bakka með biskupinn minn, bara H5 til dæmis. Gæti fara F5 líka. En vildi þetta sé alltaf í lagi. Og hann leikur drottning B3 já. Hann er að reyna að fá mig til þess að veikja mig hérna. Ég ætla helst ekki að gera það. Ég ætla að leika hér bara. Að vega með þessu rittara og ef hann drepur þá er ég bara nokkuð sáttur við það. Já, hann ætla að leika F4. Ok, ég bara held áfram með mína leiðskipan. Ég ætla að hróka stutt og reyna að leika þá C5 kannski við tækifæri. Ég trú ekki að hann sé að fara að taka hér. Já, mjög bátt með það trúi, en ég ætla að gera það verða hann með góðu. En já, nú er ég tilbúin að leika B5 eða C5 jafnvel. Reyna að brjóta upp þetta miðborð sem að hvítur er með. Hvítur er aðeins... Ok. Já, þetta biskupinn er... Og ég er algjörlega blindur. Biskupinn er alltaf í uppnámi á E7. Ég er bara blindur fyrir þessu hér, að biskupinn var í uppnámi hér. En ok, þetta getur ekki verið svo slæmt. Ok, biskup F7, drepið, hrókur A, E8, drottning eitthvað. Ok, ég get líka tekið hér. Þá er hann að taka með peði. Ég teki. Ég ætla að gera það. Ok, smá yfirsjón, en ég held sér ekki alveg þetta því ég er aðeins undan leiðskipan og þó ég tæpi peði, þá enda ég öllu líkindum bara með biskupaparið, peð undir, en samt í mjög opinni stöðu, þannig ég get reynda að tekið mér hrók, en mér langar að taka með biskup og leyfa honum að taka hér, af því að ég tek mér hrók ekki með örugglega rittar E4 og kallarnir mínir eru klunnalegir, en ég tek bara með biskup, ef hann tekur á E6 þá leik ég biskup F7, ég er með rosa sterkar biskupa, þannig að hann gerir það ekki. Ég myndi gjarnan vilja að hann tæki þetta peða. Nú á hann kannski rittar E4 á leiðinni. Rittar E4 geti komið. Hann er að fara að taka hér. Ég er að hugsa hvort ég leika hrókur A, E8. Hvort ég hreinlega að leika biskup F7. Rittar E4 geti haldið biskupanum eitthvað. Geti haldið biskupanum. Geti leikið kóngur H8. Rittar E4, biskup E7, tekið, biskup F7. Sko hrókur A, E8, kóngur H8, E5 er eitt plan. Hann leikur eitthvað tíma rittar E4. Þá ætla ég með biskupinn minn hvert, ég veit það ekki. Ég leiki E4 þá. Teki. Ok, ég má ekki hugsa svona mikið. Ég ætla að leika hér, það var svona fyrsta sem ég hugsaði og ég hefði að gera það strax bara. Hann vill ekki taka þetta peð. Ég langar að freista þess að halda biskupunum, hann er ekki ennþá að taka peðið. Nú tengingin minn eitthvað leiðilega, nei, eða hvað?
jú, úff, já, 15 sekundur, ég tapaði smá tíma þarna út af einhverju tengjavandamálum. Nú er ég bara að tefla hratt. Það hefur verið ákveðið vandamál í þessu skákum mínum að ég er ekki að tefla nógu hratt. Bara þvert á móti, frekar hægt ef eitthvað er. Nú langar mig mjög mikið að leika E5 undir einhverjum kringumstæðum. Ég ætla að gera það núna. Ég mista þessum. Þetta var klaufaskapur. Þetta var bölvaður klaufaskapur. En ok, höldum áfram. Ég finna að ég er ekki alveg í toppstandi. Skáklega séð, ég vissi einhverja bætur en ekki fullnægjandi bætur. Ég gat tekið á Nei, ég gat kannski tekið á B2 þannig að ég er með einhverja bætur, óljósar. Já, svona. Það var góð leikur hjá honum, held ég. Ég reyna að halda, svona hafa auga með þessu. Hann vill að sjálfsögðu uppskiptið endar, þetta hagstæð fyrir hann. Gæti vel að lofta út sem fyrst. Já, það mátti ekki taka á, það mátti upp í borði. Og þetta er að tapast hjá mér. Svo mikið er víst. Svo mikið er víst. Biskop D6. Eða þetta. Svo okkur hér. Já, bara smá sprikla eftir. Ekki þetta. Já, þetta var ekki gott. Ég fann að ég var ekki alveg á hérna hausinn á mér var ekki alveg rétt á staðina. Ég hef telt betur á æfinni. Ég ætla samt aðeins að fara yfir þetta eldsnöggt. Ég veit alveg hvað ég gerði mistök en ég ætla að sjá eldsnöggt bara í byrjuninni. Ég ætla svo sem ekkert að fara of djúpt í þetta. Ég veit að þetta er allt saman þekkt. Fyrirgeðu, þetta er hér. Hér. Já. Og ryttarbíl D7. Menn hafa telt þetta með G3 á móti mér. En hann teldi þetta með E3. Þá er ég nokkuð vissum að E6 sé fínn leikur. Ég var svo sem ekkert óánægður með stöðuna eins og hún kom upp. En já, E6 er langalgengast hérna. Drottning C7 hefur líka verið telt. Það er kannski ein hugmynd að leika drottning C7 og reyna að leika E5. Það er eitt leikur í þessu, en E6, biskop E7 er mjög eðlilegt plan. Sko hér hefur verið telt E6, biskop E2, biskop E7. Svartur hvítur að vera nokkuð sáttur. Bara hvítur er ekki með neitt sérstætt. Ekkert kraftmikið frumkvæði þarna. Allavega. En hann leik allavega riddari E5 sem að er bara aðalega svona smá trikk sem byggist á því að ef ég drep, þá drepur hann hér, hótar riddaranum og línan opnast hér á biskupinn og ég tapa manni, sýnist mér. Sé allavega ekki hvernig ég get bjargað þeim, já. Þannig að þetta hefur verið telt áður, þá leik svartur biskup H5 eins og ég gerði, hann bakkaði hér. Mér fannst eins og hann væri að tapa svolítið svona tíma í byrjuninni. Eins og hann var að tapa tíma og ég leik drottning C7 og hann leik F4. Það hlýtur að vera allt í lagi fyrir mig. Það er bara fínt sko. Þetta er vel léleg tapniska á hvítum þetta. Eða svona þannig, kannski ég átt að refsa svona meira fyrir þetta. En ég var algjörlega blindur hérna eftir byrjunina því ég lögum að drepa á E6. Þannig að þetta kom ekkert illa út, þannig séð sko, en ég er að reyna að setja skákreiknin hérna í gang, hvað smá beðið eftir honum. Stokkfisk 11. Er eitthvað óþægur við okkur?
drottning C7 F4, þá leikir biskup E7. Hvað er þetta hérna? Þá leikir biskup E7, biskup C4 kom þá. Biskup C4, hér getur náttúrulega bara leikið B5, ég var aðeins svo værukjörn að ég hrókaði hér. B5, hann þarf að bakka með biskupinn, eða A6 er líka leikur, og svo C5, A6 að stoppa biskup B5 og jafnvel bara C5 beint. Sé ekki að þetta sé eitthvað vandamál fyrir mig, ekki þannig sko. En ég hrókaði og þá drap hann hér, ég drap hér, það er rétt, drepið, F-drepur, drepið, biskup drepur, tölvan segir að þetta sé betra á svartan. Því að drottningdrepur er sem biskup F7, ég hef næga bætur fyrir peð. Þeir sjá líka hvað biskuparnir eru svakalega sterkir á löngu skálírunum. Drottning eitthvað, drottning H3 segir tölvan, hrókur D8 og svartur, eða hrókur E8 og svartur stendur mun betur. Langt á undir liðskipan, peð undir en með næga bætur. Þetta vissi ég svo sem, en hann drap ekki, heldur hrókaði stutt. Og þá langaði mig endilega að fórna peðinu, en ég átti náttúrulega að leika biskup F7 sem tölvan segir. Biskup F7 og ég var leikur riddari E4. Og til að taka biskupinn þá bara bakkaði ég biskupinn hingað og hugmyndin er alltaf E5 og hún kemur held ég alveg saman hvað hvítur gerir. Og svartur er býsna sáttur þó þetta sé svona nokkuð inn í jafnvægi. Svartur stendur aðeins betur. En það var eins og ég var að láta hann taka peðið mitt og það var kannski svolítið svona, ég er bara skemmt hugmynd þannig. Þetta er líklega bara jafnt núna. Hér leik ég E5 og misti algjörlega þessu. Þetta er náttúrulega alveg mistökunni í skákinni. Ef ég leik ekki E5 þarna, eins og ykkur klaufi, þá er þetta bara sennilega betra svartan. Það er eitt sem tölvöld leikar núna sem er dálítið sniðugt til að valda þetta og valda hennar reit. Það er að leika biskup hér og ef hann ætla að leika E4 og hóta biskupum þá ætla að millileika drepa með skák og vins og peð og E4. Þannig að, já, og svo í næstu leikum get ég leikið B6, reikið henni burtu og svo leikið E5 einhverjum tímapunkti til henni að opna stöðuna, opna línur fyrir biskupaparið. Og biskupinn minn geti jafnframt átt heima hérna F6. Þessi biskupar eru, jafnvel þau tapi peð þá eru þessi biskupar meirinn á. Þannig að, já, tapskák, ekki gott, en ég ætla, í staðinn fyrir að tefla næsta skák á morgun, þá ætla ég að tefla næsta skák núna strax og reyna að, í staðinn fyrir að tefla eina skák á dag og vera alltaf ískaldur í hverju skák, að reyna að komast í einhvern gír og fara að vinna einhverja skákir. Þannig að ég ætla að stoppa þetta núna og held áfram næstu. Takk fyrir áhorfið.